kenningum sem að komu fram hjá Blavatsky og fleirum svo menningarskeið sem að þegar ýmislegt sem hefur gerst á jörðinni sem að við sjáum ekki í dag og hafa verið kannski heilmikil blómaskeið á ýmsum stöðum á jörðinni og ég er engin sérfræðingur í þessu, ég er bara forvitinn svona, lífsbyggi sinni sem að hefur svona gruflaði í þessum fræðum og haft aldrei gaman af. Þá er það næsti. Já, snýrðu þessu vitlaust. Svona. Já, ef við byrjum á þessum lífsbyggilegu kenningum þróun mannsins, þá er það ekki bara að það séu einhverja forsendur eða orsakir. Það er að þeirra dómi er það líka tilgang, ákveðin tilgang með þróuninni. Og ákveðin, áætlun. Ég sel ekki dýrunni keypti það, þetta stendur í þessum dulsbyggilegu fræðum. Og það er aldrei skemmtileg mynd síðan fann þarna sjáum við manninn hvernig hann hefur þróast, mikið líkamlega fyrst og svo sjáum við hérna er hann komið með áhald sko, hann fann að nota tól, hérna er hann komið spjót og ég veit ekki hvort hann er eitthvað með þarna eitthvað fullkomnara, en hann lítur nú svipaður út hérna og hér sko og svo er hann komið þarna með loftbor og aðald stefnumarki er náttúrulega að setjast í tölvu. Sem að getur nú, það þarf ekki endilega að vera hlægilegt, það getur verið mjög merkilegt af því að það sýnir að þróun er ekki bara líkanleg, hún er líka hugurinn og andinn. Nú, svo hefur í gegnum tíðina þá hafa ýmsir skráð hinn ýmsu menningarskeið, sagnfræðingar náttúrulega og þau koma og fara og og þetta virðist vera eins og einhver ákveðin skerfur með hverju skrefi. Bara að vísa í svona þekkt sagnfræðirit, þetta er mjög þekkt rit eftir Edward Gibbon hnignun og fall Rómaveldis, þetta er mjög þekkt sagnfræðirit. Nú aðrir hafa ritað ýmis önnur menningarskeið. Svo þessi maður hérna, kannski einn af nafntóðustu sagnfræðingum síðustu aldar, Arnold Toynbee, og hann skrifaði á mörgum árum 12 binda ritverk sem við myndum þýða sem sögur rannsókn á íslensku eða Study of History. Og það sem hann gerir aðalega er að hann rekur þróun hámenningar á ýmsum stöðum í heiminum. Hann reynir að finna hver eru orsakir fyrir uppgangi og finna orsakina fyrir því og hvernig umhverfið hefur áhrif á viðkomandi menningar uppbyggingu og hvort það eru farsæl eða ekki farsæl viðbrögð við þeim. En hann var á því og nefndi það oft, seinni hluta ævinnar, að hans dómi að þá myndi Indland gegna alveg sérstökur hlutfelli í sögu mannsins. Við komum að því síðar hérna. Nú ef við höldum okkur við þessa gömlu lífsbyggi, þá talaður áætlunina sem ég nefndi áðan í 7 hlutum, eða 7 áföngum. Og það eru þá 7 þróunarstig, þar sem að 7 manngerðir eða kynstofnar á ensku root race og þeir birtast og leggja lið þessu þróunarferli. Þeir tala bæði root race og þeir líka tala sub-race. Það er innan kynstofn eða kyngrein og þegar við förum betri í það á eftir, en þegar að kynstofn
þegar einhver kynstofn hefst, þá talað oft að hann með öllum sínum kyngreinum, sem eru 7, þetta alltaf talan 7, tæki yfir 8 milljónir ára. Já, fyrirgeðu, 8 billjónir ára. Já. Nei, já, 8 milljarðar ára. Já. En ein kyngrein hún bara yfir, sem sagt, rúman 1 milljarð. Nú, svo talaður heimstímabil. Ég nú reynt að finna það mikið í svona fræðum, en ég hef hvergi fengið virkilega skýringu á því hvað það er. Það er 1,2 milljón. Já, 1,2 milljón, jú. Já, kyngrein eða subrace, sko. Við sjáum þetta betur á eftir, við förum í söguna. En þessar kenningar sem koma fram hjá Blavatsky fyrst í Secret Doctrine ollu miklum misskilningi og hafa bæði gagnrýni og rifrildi, af því að menn telja að hún hafi verið að ala á rasisma og sem meira að segja benda nasista við að hafa tekið hann að setja fyrirmyndar í þessu. Það er náttúrulega af og frá, því að menn eru þarna að hugsa bara efnið, eða efnislega. En við fórum í það daginn þarna í þróun lífsins, og þá vorum við að tala mjög skýrt það að í lífsvegilegum kenningum, þá var það ólíkt hinnum venjulegu klassísku vísindakenningum að samhliða efnislegri þróun á sér stað líka andleg þróun. Svoleiðis að þegar hún að tala kynstofn, þá það meira eiginlega hvaða sálir eru í þeim kynstofni, hve langt eru þær þróaðar. Þetta tengist að vísu líka efnislegri þróun, en þetta aðalega andlega hliðin sem að hún að tala um. Nú, þessi 7 kynstofnar, þeir leggja hver fram sinn stjerf í þróunaráætluninni og það virðist vera svona í grófum atriðum eða grófum dráttum að þá tengjast þessi kynstofnar vissu meginlandi á jörðinni. En þegar að þessi kynstofnar sem að þróast upp og svo taka aðrir við, að þetta mikil skörun, þeir skarast töluvert mikið. Það ekki eitt stoppi og annar tekið við. Nú, það má segja að þarna sé eins og að maðurinn sé í skóla sem að fer á milli frá læra viss verkefni, og þegar að viss kynstofn búin að full þroska sig í vissum lærdómi, að þá smán saman þá bara hverfur hann og aðrir taka við. Nú, svo að baki þróunar og snignunar, menningarsteiða, og það náttúrulega einstaklingar sem mikilhæfir, þeir hafa gífurlega áhrif á, það ekki bara massi manna, það einstaklingar sem eru komnir aðeins lengra, þeir hafa mikil áhrif og á þróunarferli mannsins. Samkvæmt þessum kenningum í dag þá talið að við séum í 5. kynstofninum og aðrir koma svo í framtíðinni. Nú, hér kemur eitt sem mjög ólíkt öllum öðrum kenningum, hvaða skoðun sem við höfum á því. Ég bara kynna þessar kenningar sem að Blavatsky setti fram, að fyrstu kynstofnarnir, þá sem sagt jörðin og allt efni á henni afar fíngjart. Það ekki eins og efni sem við erum í núna. Þetta hefur verið að fara úr mjög fíngerðu, smá þéttist í gegnum milljónir ára, og við erum á sem sagt í mjög miklu þéttleika stigi samkvæmt þessum kenningum. Sem sagt að þeir hafa ekki skilið sig eftir neina leiðar af neinu tagi. Það eina sem eftir eru sögursagnir í ýmsum heimildum, og það aðalega esoterískum heimildum.
Svo fyrsti sem sagt, hann hafa verið uppi á eósen tímabili jarðsögunar eða 55 milljónum ára síðan og þessi viss verkefni eða það sem að þeir eru að læra og þorskast á þarna þetta beiting skynfæranna í sínum frumstæðustu mynd. Þarna var mikið eldgos og miklar jarðhræringar og flóð, þess að náttúruhamfarir miklar á þessum tíma. Það er náttúrulega bara eins og stendur í jarðhræðinni. En hún segir að þessi kynstofn hafi verið kynlaus, það var ekki sem sagt andstæð kyn, heldur fjölgunin hafi verið einhvers konar eitthvað líkingu við frumuskiptun. Sett ég mig bara fram svo við sjáum það að sem sagt eóseni það er það hér sem sagt sem að þessi kynstofn byrjar og svo taka hinn við sjáum það heitir annar kynstofnin hann er þá uppi á Oligocen tímabilinu eða fyrir 34 milljónum ára. Þá er það sem sagt sko það var 34 milljónir er hérðan sko, hinn var 55, þetta er sem sagt hvað 20 milljónir á milli ára. Og þá breytist ansi mikið útlit á jörðinni að það er mikið gróður og þetta er meira hlýjari skeið og en vitum þessa kynstofn hún beinist mest af starfi að gera eitthvað og fara og nýta umhverfið. Og hér er dálítið kostuleg þegar ég hlæða því að menn hafi fjölgað sér sem að við kölluðu svitnum eða ensku svetting. Er einhver sem kann skýra því? Ég er ekki alveg kláraður hvað það er. Er nokkur volað sig í svona? Nei. En þetta er í fleiri en einni heimild, talað um þetta. Nú, svo kemur þriðji kynstofninn sem er upphaflega sem sagt eterískur, hann er ekki alveg orðinn jarð sem sagt þétt efni eins og við erum búin til úr og hann er kenndur við meginlandi Lemúríu sem að margir þekkja örugglega og samkvæmt Guðspeki kennikonum þá á það hafa verið meginland sem að var á milli Madagaskar og svo Indonesia eða Ástralíu og söður af Indlandi. Hér í dag er gífurlega mikill eyjaklassi eins og við vitið. Þetta eru bara toppar af fjöllum sem að koma þarna upp úr sjónum. Fyrir utan þessar esoterísku kenningar þá er þekkt á Indlandi að þeir tala land þarna sunnan af sem að þeir kalla sem sagt veit það nú við, hvað er þetta? Já, Kumarikandan, kallaði það. Kumarikandan er þetta land hérna. Hér er önnur mynd sem er frá meira esoterískum heimildum, en þetta er náttúrulega á svipuðum stað. Nú, svo var annar klassi þarna sem ég bara sett inn í, þessi Kerguelen Plateau, sem var sunnan Indlands og sökk í sæ fyrir 20 milljónum ára. Nú svo eru aðra kenningar það sem að kannski margir þekkja líka að Lemuría hafi verið í Kyrrahafinu. Svoleiðis en það land gengur líka undir nafninu Mu. Það er ekki til vísindamyndir þetta held ég örugglega og bækur. En við erum að reyna að halda okkur við svona hvað er raunverulegt en ekki að fara í vísindaskáldsögur. Þarna er þriðji kynstofninn sem sagt og hann byrjar þarna svona 18 milljónum ára og
þá líkaminn talinn hafa verið orðin alveg efnistendur. Svo ég man því var að lesa fyrst Blavatsky að það fannst mér ansi hátalan að Blavatsky talaði að maðurinn eins og hann í dag hafi orðið til svona fyrir 8 milljónum ára. En ég man bara frá því maður var í menntaskóla og lærði jarðfræði og annað slíkt að þá hefur aldur frummannsins, ef við segjum það, eða mannsins á jörðinni, þetta alltaf að aukast, talan alltaf að hækka. Svo ég býð spenntur eftir því að ég veit ekki hvort það ná 8 milljónum, en það hefur alltaf verið að hækka. Þá var hann kominn efnistindur og þarna verkefni sem sagt þróun tilfinningana. En það sagt að það hafi oft menn verið ansi impulsív, sem sagt. Það var mikil hvartvísi í tilfinningarvíðuna. Ég setti það er aldrei gaman að svona myndum sem að þessar hugmyndir þær kveikja í mannum að búa til alls konar listaverk. Þetta getur verið sem sagt einhver hall þarna í Lemuríu. Þetta bara náttúrulega hugmyndir. Nú, í 4. kynstefnunum þá eru þeir farnir að tala þróun hugsunar og að þjálfa hugsunina. Og þá talið að talmálið komi fram fyrst. Nú, þessi kynstofn oft nefndur Atlantis kynstofnin. Hérna gömul kort af Atlantis á miðju Atlantshafinu. Og hér á nýra korti oft talað þarna og hann var uppi á Pliocen tímabilinu og inn á sem sagt byrjun Pleistocen tímabilsins það er 1-3 milljónir ára. Ég setti bara gamni athuga landrekskenning Viganess. Ég man bara alltaf í menntaskóla, maður man ekki alla hluti en svona það eru viss moment sem maður man eftir og það var einhver í jarðfræði tíma að spyrja jarðfræði kennara sem ágætur jarðfræðingur og góður kennari hvað væri til í þessari kenningu landrek og þá náttúrulega varum að benda á þetta eins og púsluspil Afríka og Suður-Ameríka, þetta myndi passa algjörlega inn í púsluspili. Og svar jarðfræðingsins var, já, þetta afar athyglisverð kenning og skemmtileg hugmynd, en því miður þetta ekki rétt. Í dag þetta viðtekin kenning, þetta sannað mál. Bara, ég vildi nefna bara að þessar vísindakenningar breytast. Nú, eftir dugfræðikenningunum þá sagt að Atlantísbúar hafi byggt upp mikla efnishyggjumenningu og þeir hafi orðið galdrastir, hafi byggt fjalltingi og illu helli fór hroki og ílskar hafstig að áætlunin mikla hún var næstum í hættu. Nú, þau veitu að það er talið að þegar Atlantis sökk í sæ, þá hafi orðið mikla flóðbylgjur og marga milljónir hafa En það virðist vera að fólk hafi vitað af þessu, svo það voru margir búnir að flýja og koma sér inn á meginlandið. En það mjög margir sem fórust, Hérna bara, þetta eru skemmtilega myndir sem í sig hafa gert af Atlantis. Það hafi verið mikil hámenning. Og þarna eru, sem sagt, en þetta er ekki allt saman bara svona einhvers konar vísinda fantasíur. Ég kem inn í annað og eftir sýningur. Nú, venjulega sagan Atlantis kemur frá Platón. Og hann segir að landið hafi verið handað við Heraklesar Súlungar við mynni Gíbraltar. Og það var hann alltaf út í Atlantshafinu. En svo eru til aðrar kenningar sem að þið örugglega þekkið, eins og að Athera eða Santorini
hérna í gríska eyjahafinu. Ég var þarna í fyrra og skoðaði þetta alltaf vel. Þeir sem hafa verið hérna, þið veitir að það eyjan er svona eins og í hálfhring og þarna var gífurleg sprenging fyrir svona 3600 árum síðan, það er staðreynd. En áður en það gerðist að þá fór fólki bara upp á meginlandið. Það voru langsamlega flestir sem að björguðust. En það er merkilegt að Guides sagði okkur að það hafa aldrei fundist leifar af fólki frá þessum tíma á eyjunni. Svo sem það hafa allir komið sér eitthvað annað. En svo er annað þessu líka að það er á Krít, að þar var náttúrulega forna borgin Knossos og það er talað í sögnum Atlantis að þetta hafi verið mikið hátækni tímabil og að veggir hafi verið skreyttir myndum og þeir voru mjög sléttir og þeir voru meira að segja með vatnslagnir og annað slíkt og þetta er bara staðreynd, það er að fara að skoða þetta. En svo eru fleiri kenningar, það eru Asuræjar sem er náttúrulega lógist út af því sem að Platon segir. Nú sömur hafa nefnt að þetta verið Suður-Ameríka, upp að píramídunum þar og allt það, jafnvel Suðurskautslandið. Svo það eru margar kenningar upp við þetta. Það nýjasta sem ég heyrði var jafnvel bara í Bandaríkjunum, altså Suðuríkjunum. Nú hér er mynd af Atlantshafinu og þá sér maður þessi hryggur hérna sem er staðreynd að þetta hugsanlega gæti verið leifar af landi. Það vitum við bara ekki. Þetta er svona vísbending. Nú við erum með 4. kynstofnin þarna í Atlantis, svo þegar 50 kemur að í byrjun þá eru það flóttamenn frá Atlantis höfningunum. Og þeir fluttust til Mið-Asíulanda, þetta er svona 75.000 árum fyrir Krist. Og þetta var fyrst kallað Aríastigið, en orðið Aría, við ferðum það á eftir, það veldur oft misskilningi. Það þýðir í göfur og er eiginlega ávarp. Þessu var breytt í indóevrópska stigið. Nú það sem var, eins og ég var að segja áðan, að þeir byggðu upp mikla efnishyggjumenningu og það viðhorf náttúrulega er mjög ríkjandi ennþá hjá okkur. Það er ekki langt undan. Og eins bara svona vitsmuna hroki og steytingaleysi gagnvart mannlegum gildum. Mér datt í hug að setja þetta inn. Hér erum við ekki með neitt ævintýraland, þetta er bara raunverulegt. Þetta er vesturhluti Indlands, hérna er Pakistan og það er talað í fornum sögnum að Krishna sem kemur fram í Bhagavad Gita og líka Púranum að hann bjó í Dvarka og Dvarka er hér út á andanum hérna. Það var litið á þetta sem að því það sést engin borg á yfirborðinu frá fornum tíma en fyrir nokkrum árum þá fóru menn að kafa í sjóinn þarna og þarna er borgin bara, hún er þarna á hafsbotni svo það er engin skálkapur og það er oftast talið að hún sem sagt frá 12.000 árum og hafi sokkið í sæði á þessum tíma en nú hafa vísindamenn verið að mæla sem sagt bara eftir nútíma aðferðum rústir sem eru hérna eins og þessi maður hérna er á botninum hérna það eru marga fleiri myndir sem ég geti séð á netinu ef þið hafið áhuga að þetta er heilmiklar rústir og það er hérna mælast 23.000 ára gamlar og þetta sýnir líka að eins og við veitum með þessi rit Indverja, Vedabækurnar og Mahabharata, Ramayana, þessar fornu bókmenntir að vestrænir fræðimenn hneigjast til að hafa þetta bara nokkrum 100 ára fyrir Kristi eða slíkt að þeir indverski fræðimenn þeir vilja meina að þetta sé miklu eldra.
Svo við hérna býðum bara eftir hvað kemur í framtíðinni. Nú, á þessum stað þarna, ég bætti því við, að þarna líka raunverulegar rústir og það hérna Mohenjo-daro og Harappa borgirnar. Hérna eru við í Indland og þar eru á þessum stað hérna. Hér er gífurlega mikið fljót, ég skrifaði hann inn í, sem hér Sarasvati, það er hérna. Hérna er Sarasvati og ég held þetta var það stórt að það voru nokkru kílómetrar á breidd. Þetta var ekkert smá fljót. En þegar svo fornaði það upp og hérna þá fluttust hérna urðu mikið flutningar hjá á fólki á þessum, en þetta er sem sagt dalurinn hérna. Nú það sem að mér finnst rétt að koma með inn í þessar umfjöllum þessar gamlu kenningar að bæta við því sem að nýtt hefur komið fram. Þegar við kannski skoðað all þegar, en ég ætla samt að segja frá því. Okkur er alltaf sagt að indversk menning hafi orðið til þegar að Arjar hafi ráðist inn í landið 2000 til 1500 árum fyrir Krist. Þetta sem fræðunum í dag er alrangt. Það var aldrei neinn innrárs. Það má útskýra þetta svolítið með að þetta er hroki hvítamannsins í vestri að eigna sér alla menningu hvar sem er og þið getið skoðað, ef við farið inn í netið, þá getið, ef við setið Arjan, þá með, sem sagt, Arjan með A-R-Y, Arjan Invasion, eitthvað svoleiðis, ef við setið inn á netið, þá voru til mjög ítarlegar fyrirlestrar og greinar sem byggjast á rannsóknum á þessu sviði. Og það er alveg viðtekið viðlega núna að þetta stænst ekki, þessar gamlu kenningar. Eitt af því er nefnilega að Max Müller, sem var ágætur fræðimaður, hann var með kristinn bakgrunn og þar var sköpun jarðarinnar, eða sköpun heimsins, munið hvað það var, 3000 og eitthvað árum held ég fyrir Krist, klukkan 9 morgun, eitthvað svoleiðis. Þetta var lengi, ég er ekki að gera grín, þetta var lengi í almanakinu íslenska. Það var skrifað fullum stöðum hvenær heimurinn var til. Og hann er frá þeim tíma skiljiði. Svo þess að þegar Indverjar fara að tala við vísindamenn 1000 ára fyrir, það bara, hann náði því ekki. Svo er annað sem hann misskildi og það var orðið Arjan. Arjan þýðir bara góði ég herra, þetta er ávarp. Það var engin kynstofn til eða rasi sem að eru Arjar og þetta er nú mjög óheppilegt af því að við vitum all hvaða hugmyndir, hvernig þessar hugmyndir fóru til Vesturlanda og allum ómældum þjáningum fyrir 1000 manna. Svo svona smá misskilningur getur valdið miklum þjáningum. Nú líka þeir hafa bent á að hirðingaþjóðir, þetta átti að vera hirðingaþjóðir sem koma að vestan, að þær hafi búið einhverju fornu menningu. Og líka þeir hafi komið á hestvögnum. Það fer enginn á hestvögnum yfir fjöllin þarna. Það voru til hestvagnar á þessari sléttu hérna. Indverjar voru búin að hafa þetta þarna í 1000 ára. Svo þess að niðurstaðan er að indversk menning, hún var bara alltaf þarna og þessi innrás átti sér aldrei stað. Já, ég man ekki hvort það kom fram þarna áðan að ég veit til dæmis Sri Aurobindo sem var mikill málvísindamaður og skoðaði þessi mál mjög glöggt. Líka Vivekananda, þeir vissu þetta allan tíman. Þeir voru aldrei sammála þessum kenningum þessar innrásir og Arjana og það saman. Nú, þessar kenningar sem við erum að skoða, það náttúrulega kom ekki heim og saman við kenningar vísindamanna í dag.
maðurinn í dag. Eftir þessum fræðum þá teljumst við vera sem sagt 5. kyngrein eða 50 subrace á sem sagt 5. kynstofninum eða rúttreis. Og ég man fyrir á síðustu öld þegar var mikill uppgangur í félaginu, Leadbeater, Annie Besant og fleira fólk, þá voru þau að reyna að finna hvort það var ekki einhver merki að þessi 7. subrace sé að líta dagsins ljós. Og það getur vel verið, ég legg ekki um það. En sem sagt höfuðviðfangsefni okkar á þessu stigi er að byggja upp þjóðfélagslegan skilning og hjálp sameinandi æðri mannans og æðri hugans. Á þessu stigi þá sem sagt er það hlutverk mannsins að skerpa þessa eiginleika sem að tengjast svo næsta stigi sem er það innsæið, og það tilheyrir, eins og við vorum að fara hérna með vitundastiginu daginn, þá vorum við með fyrst jörðina, astalstigið, og svo er það manas eða hugarstigið, og síðan tekur við innsæið eða buddhi. Svoleiðis að þessi þróun hún fylgir algjörlega þessum innri veruleika mannsins. Og svo telja að það veri sem sagt forskist í 7. kynstofninum. Svo tala jafnvel þeir stjórna inn í framtíðina að það sé 7. kynstofnsins að þróa andlegan vilja. Þetta er einhverja bara hugmyndir sem við getum skoðað, en þetta er sett fram sem sagt í bókum, og þetta náttúrulega nálgast það sem er fyrsta stefnuskrá þessa félags, sem sagt að nota kjarnaður allsherjarfræðilegi mannkyns án tillit til og svo framvegis, sem er mjög róttæklegt stefnumark. Ég ætla að enda á anatómi sem við vorum að skoða á það. Ég minnst ekki eitthvað svona sakfræðingur hvernig hann lítur á. Hann hafði svolítið andlegan skilning. Hann sagði, þetta er mjög þekkt sítering í hann, að við lesum að það er þegar að vera ljóst að þáttur sem átti sér vestrænt upphaf menn verða að eiga sér indverskan endi. Eða þessu á ekki að ljúka með sjálfseyðingu mannkynsins. Á þessu einstaklega háskalegu vegamótum í sögu mannkyns sem við lifum nú á er indverska leiðin einasta leiðin og forða á mannkynum frá glötun. Þetta er hans afstaða. Þar hefur það afstöðu og þann anda sem gerir mannkyninu mögulegt að þróast saman í eina fjölskyldu. Og svo segir hann, framtíð sjálfs mannkyns er í veði. Samt er hið voldugasta og ærlegasta myndsemdar sjónarmið alls ekki megin ástæðan fyrir því að rétt er að ganga á hönd þeirri kenningu sem runnin er frá Ramakrishna, Gandhi og Ashoka og gera hana að veruleika. Svo segir hann megin ástæðan er svo að þessi boðskapur er sannur og hann er sannur vegna þess að bak við hann hvílir ósvikin upplifun andlegs veruleika. Og þar með er þessu lokið í kvöld, en á morgun þá förum við inn í einmitt það með sem sagt áfram eiginlega andlega þróun mannsins og líka andlega ástundin og hvernig þessi viska getur orðið að gagni í daglegu lífi. Já, ég þakka fyrir.